Velkomin, Líf. Takk hérlega. Viltu byrja að segja okkur frá þér? Já, ég heiti Líf og ég er oddviti Vinstri grænna í Reykjavík og við erum núna að fara í kosningar 14. maí Já, og ég hef verið valin til þess að leiða listan í Reykjavík. já, Og ég er grunnskólakennari já, og 4 barna móðir Já. og svo eigum við 2 páfagauka. já. Hanna, nóg að gera. Já, það er svolítið mikið að gera suma daga. Ætlar þinn flokkur að bæta aðgengi fyrir fatlaða í borginni? Já, og við höfum reynd að verið bara mjög áfram með það og nú er skylda sveitarfélaga að vera með samráðshóp aðgengi og við þurfum að gera það. Og við erum til dæmis búin að rampa upp Reykjavík í samvinnu við Halla, Já, en það þarf að gera mikið meira og mikið betur og aðgengi snýst ekki bara að komast á hjólastólum eða göngugrindum, heldur að líka geta lesið til dæmis vefinn og afla sér upplýsingar, þannig að við viljum gera það, sannarlega. já, það er svo mikilvægt að gera það. Ég er alveg sammála. Og réttlætismál. Í vetur voru gangstéttar fullar af snjó. Heyrðu, já, snjómoksturinn. Nú er búið að vera rosa snjósamt hjá okkur. Og það hefur verið dálítið erfitt að moka. En við eigum ekki að segja að verkefnin séu erfið, af því að við eigum alltaf að gera betur. Já, Og þetta þurfum við að skoða einmitt af því að fólk með barnavagnana sína, fólk í hjólastólum, fólk sem er gangandi og hjólandi, það kemst stundum ekki leiða sinna af því að við erum ekki að gera þetta nægilega vel. Þannig að við þurfum að gera mikið betur næst og reyndar erum við að endurskoða núna hvernig við getum tekið bungunar af gangstéttunum svo við getum ferðast svona frjálslega á milli. Já. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli líka. já. Því það var erfitt fyrir fatlað fólk að fara milli staða. Já, það var það, en það var líka bara erfitt fyrir alls konar fólk að fara á milli staða sem að hefur bara alls konar hreyfigetu eða hefur fulla hreyfigetu. Þannig að það var bara reyndist öllum mjög erfitt að fara á milli staða og við ætlum að búa til borg þar sem þú getur rúllað þér bara auðveldlega göturnar Já, og bæði í hjólastólum, líka á hjóli og gengið Þannig að við þurfum að hafa þetta í algjörum forgangi og setja þetta í fyrsta sætið. Og svo er það líka þannig að stundum eigum við stundum snjóar ekki mikið og svo á næsta ári snjóar miklu meira. En við þurfum alltaf að vera með mjög góðar áætlanir til þess að geta gengið hratt í að moka snjóan frá. já. Akkur eru biðlistar eftir húsnæði svona langir fyrir fatlaða? Það er bara því að við erum ekki að gera nóg. Það er því að við erum ekki að byggja nægilega mikið af húsnæði fyrir fatlað fólk. En það eru reynda biðlista bara húsnæði í allri borginni sem við þurfum að uppræta. Og það er líka þannig að bara venjulegt fólk bara sem að hefur sæmilega tekjur kemst ekki inn á leigumarkaðinn og vantar húsnæði. Og þar þurfum við að stíga enn fastar til jarðar. Við Vinstri græn við viljum til dæmis að Reykjavíkurborg byggi íbúðir fyrir alla Reykvíkinga og þar með talið fatlað fólk sem kemst þá inn í leiguhúsnæði og viðráðanlegu verði. Vegna þess að við erum að borga líka allt og hátt leiguverð nú þegar á húsnæðismarkaði sem gengur ekki vel. Þannig að við þurfum að gera meira. Í Reykjavík þá höfum við byggt mikið en það eru ennþá biðlistar og við þurfum þá að rýna hvernig við getum flýtt uppbyggingu fyrir fatlað fólk í félagslega leigukerfinu og bara almennt húsnæði.
Þannig að ykkur finnst að það eigi að stytta biðlistana. Já, og það gerum við með því að útvega fólki húsnæði sem að hentar því. Þannig að það þarf að vera fjölbreytt húsnæði fyrir fatlað fólk en líka fyrir alls konar samsetningar af fólki. Stóra fjölskyldur, litla fjölskyldur, kannski vill fólk bara búa eitt, en svo þurfum við líka sérhæft húsnæði sem að er þá það sem er stuðningur fyrir fatlað fólk og einhverja ákveðna hópa. Já. Í átaki er fólk sem vinnur í virkniúrræðum hjá borginni. Já, Það er fólk sem var 119 krónur á tímann. Í lok mánaðar var það 2700 krónur í mánaðarlaun. Finnst þér það í lagi? þetta finnst mér mjög lágt, verð ég að segja. Og svo langar mér líka að segja að við stöndum okkur því miður ekki nógu vel við það að ráða fólk með fatlanir inn til Reykjavíkurborgar og styðja það til virkni og við þurfum að gera mikið betur þar. Til dæmis eins og á Spáni, að þá eru vinnustaðir skikkaðir til þess að ráða, til dæmis eins og að 20% af starfsfólkinu er fatlað fólk eða skilgreint með einhverja fötlun og ef það gerir það ekki þá þarf það bara að borga sektir. Og ég myndi vilja að við hjá Reykjavíkurborg séum að finna vinnu og virkni. Það skiptir mjög miklu máli fyrir fatlað fólk og það fái þá laun fyrir það erfiði eða þá gleði reyndar að það er gaman að vinna. En við þurfum að gera eitthvað slíkt og þarna getum við gert mikið betur. Þetta er ekki nógu gott eins og það er núna. Nei. Fólk í átaki hefur unnið í virkniúrræðum í mörg ár. En fær ekki stöðuhækkun eða tækifæri til þess að fara á annan almennan vinnumarkað. Hvað finnst þér um það? Já, þarna held ég að við þurfum einhvers konar meðgjöf. Ég man eftir því að þegar ég var nýútskrifuð grunnskólakennari og var að kenna mitt fyrsta ár, þá fékk ég stuðning. Ég fékk reyndan kennara með mér sem ég gat alltaf leita til. Þannig ég fékk meðgjöf. Og mér finnst að fatlað fólk sem kemur á vinnustaði eigi að fá þessa meðgjöf. Og mér finnst líka að við þurfum að vinna þetta með Tryggingastofnun og ríkinu af því að sko Tryggingastofnun borgar 70% til dæmis í laun fólk sem er ráðið inn á vinnustaði og svo eftir því sem að tíminn líður þá lækkar þetta alltaf og einn daginn þá fær sem sagt vinnustaðurinn ekki líka þennan stuðning og við þurfum einhvern veginn bara að endurskoða þetta kerfi eins og það er núna. En við þurfum líka að veita stuðning inn á vinnustaði, ekki bara með fötluðu fólki, heldur líka vinnustaðinum í að styrkja þessi störf þannig að þau verði til frambúðar. Það finnst mér. Já. Mætti sveitarfélögin ráða meira fötluðum til sín í vinnu? Já, það finnst mér. Við höfum verið að ráða til dæmis inn á bókasöfn, við höfum verið með reynda sumastörf til dæmis í garðyrkju. Við mættum ráða mikið meira fólk inn í húsdýragarðin eða líka í bara störf sem eru heilsástörf, ekki bara bjóða upp á sumastörf og við þurfum að gera mikið meira af því. Við erum með fatlað fólk til dæmis á skrifstofu niður í Ráðhúsi og fleiri deildir og stofnanir borgarinnar mega að gera þetta inn á frístundaheimilin, sundlaugarnar. Við getum alveg fundið og skapað þessi störf og við þurfum bara að setja hausinn undir okkur og gera það. Hver er stefna þíns flokks í menntamálum fyrir fatlað fólk?
Við viljum að skólinn sé fyrir alla og að öll börn eigi að geta fundið sína hæfileika í leikskólum og grunnskólum Reykjavíkurborgar og við viljum þá vera með fagmennta kennara og fjölbreytt starfsfólk til þess að sinna því. Þannig að við viljum innleiða það sem best að öll börn geti sótt nám við hæfi hvar sem það svo sem eða verður. Þannig að við viljum að við blöndum okkur og við séum eitt samfélag og séum öll saman í leik- og grunnskóla. Já. Finnst þér að fatlað fólk eigi að velja á milli sérskóla og hverfisskóla? Og stuðningurinn ætti að vera sami í báðum skólum? Já, það finnst mér. Það er mín skoðun. Við þurfum alltaf, þegar það koma upp einhver sérstök tilvik, þá þurfum við að setjast niður með fólki og spyrja hvernig getum við best mætt þér. Og þetta á að vera í boði fyrir öll börn, fötluð og ófötluð. Þannig að það finnst mér. Þar eigum við að geta jafn tækifæri fólks, það er í menntakerfinu meðal annars. Já. Verður hjólastóla aðgengi í borgarlínunni og verða íbúðir fyrir fatlaða? Já, það er verið að hugsa algilda hönnun þegar við erum að fara að hanna til dæmis eins og stöðvar fyrir borgarlínu og borgarlínu þannig að hún sé lág. Þannig að við séum ekki með svona einhverja tröppur eins og í strætisvagninum stundum en nú eru náttúrulega komnir nýjir strætisvagnar sem að lækka sig fyrir hjólastóla þannig að fólk í hjólastólum á að vera fullfært að geta bara án aðstoðar farið sjálft inn í borgarlínu. Og við þurfum að hugsa alla nýja hönnun þannig að hún sé algild og við getum öll verið og athafnað okkar inn í því, hvort sem það er húsnæði eða þegar við erum að hanna götur eða borgarlínu. Þannig að já, það verður hugsa fyrir því. Og þess vegna skiptir líka svo miklu máli að vera í samtali við hagsmunafélög og nefndin okkar góðu, aðgengisnefndina. Þannig að það sé tryggt að það fari ekkert fram hjá okkur í svona hönnun og við sem að gera okkur mistök. Þetta verður bara að vera 100%. Já. Það getur verið erfitt fyrir fatlað fólk að komast á kjörstað. Mætti hafa kosningar rafrænar til þess að auðvelda fötluðum að kjósa? Já, og mér þykir vert að skoða það, en sko við erum auðvitað þá bundin af því sem að Alþingi ákveður. Í Reykjavík þá erum við auðvitað búin að vera með kosningar alls konar hluti sem eru rafrænar, svona eins og betri hverfi og taka þátt í svona að velja hvað er gott fyrir þitt hverfi. Þær eru rafrænar og við höfum meira að lækka aldurinn niður í 16 ár, 16 ára geta kosið í því. En mér finnst þetta að vera verkefni Alþingis að leysa úr því og mér finnst líka að fatlaðir eigi að geta valið sér sinn aðstoðarmann til þess að fara með sér og aðstoða sig. Þannig að ég man eftir máli í síðustu alþingiskosningum en mér finnst þetta vera réttlætismál sem að þarf að ná fram að ganga. Já. En þetta á borði Alþingis og þau verða bara að leysa þetta og hlusta á fatlað fólk. Já. Kæra þakkir fyrir þetta, Líf. Takk sömuleiðis, það er gaman að koma. Gaman að fá þig í kosningasjónvarp átaks. Og gangi ykkur vel með ykkar baráttumál. Já. Takk.